Við erum með Ármann Pétur Evarsson sem á morgun ætlar að fara að leika sinn 480. leik fyrir meistaraflokk karla og þar með ætla ég að fullyrða að þú sért leikja hæst í Þórsari frá upphafi. Það er aldrei spilað fyrir neitt annað félag heldur en Þór. Kom aldrei til greina af söðlum. Nei, það gerði það reyndar ekki og þó að hafi kannski eitthvað annað boðið staðins þá kom það svo sem aldrei til greina sko. Rautt hjarta og rautt blóð. Já, algjörlega. Og bara nýt mín best hér og líður best hér. Manni, lokaleikurinn, það er innbyrðið slagur hérna við félag okkar frá Greinivík, Magnamenn. Hvernig leggst þetta verkefni í okkur, eða ykkur strákara? Já, þetta er hörku leikur og þetta leggst bara vel í okkur. Við erum bara klárir í að fara að spila síðasta leikinn á tímabilinu þó svo að sjálfsögðu hefðum viljað hafa meira undir og jafnvel þá búin að tryggja okkur kannski sæti eftir deild eins og við ætluðum að hafa þetta núna í lokin. En það gengur ekki allt upp í lífinu eins og maður vill hafa það, alltaf. En þetta kemur aðeins einhvern tíðan, ég fullyrði það og morgun bara njótum þess að spila fótbolta og kveðja þetta sumar með sigri. Það er auðvitað þannig og hérna, þó svo staðan sé eins og hún er hjá Magnamenn þá mega menn ekkert vera með að hafa neitt huga við það. Þetta er auðvitað snýst bara fyrir okkur Þórsara og snýst þetta allt okkur og hjá þeim snýst þetta þá og svo bara spyrja menn að lauslöku. Já, og kannski líka við skuldum sjálfum okkur kannski smá spilamennsku núna í síðasta leiknum aðeins. Kannski okkur leikmönnum sjálf persónulega sko. Þannig að ég held að menn verði að koma gíraður á morgun og sækja sigur og einhvern skemmtilega leik. En ertu svona manni í alvöru tali, ertu búin að hugsa þetta dæmi alveg til enda að fara að leggja skóna á hillunni, ertu búin að fara í IKEA og Rúmfó og skoða hillur eða er frúin búin að útluta þér plássi í stafstofunni fyrir skóna? Ætli fara ekki bara í rusli, hilluna, ég veit það ekki. En þetta er verið ágætt núna og ég fann það bara þegar fór að líða tímabil núna að þetta væri rétti tíminn. Þetta verður ragalegt fyrir þið kannski bara frákvæmsengin er að senda mér líður og tekta á hús og stuðningsmennina? Nei, það gæti vel verið að maður fá einhver frákvæmsengin þegar fyrir að grænka grasi eftir næsta sumar. En ég held að maður fari bara að snúa sér að einhver öðru núna og verður bara gaman að fylgjast með og maður hlakkar eiginlega bara til að sjá hvað gerist. Þú ert náttúrulega ekkert að yfirgefa okkur, þú átt krakka og þú fer að fylgjast með þeim í fótboltanum og eins og þú ert búin að vera að gera svo sem með þína krakka þannig að þú verður áfram og viðlóðandi hérna yfir og allt kring. Já, við fjölskyldan verðum hérna sjálfsagt alltaf annars lagi og það er bara gaman og gott að geta fara núna að fylgjast með hverju einasta móti og hverju leik hjá honum og henni Viktori líka þannig að það er og svo einn viðbót sem gæti fara að byrja fljótlega þegar Maggi leyfir að koma hann segir hann verði að hætta með bleiu fyrst þannig að það verður bara gaman að fylgjast með krökkunum og njóta sín á hliðarlínu frekar. Já, er Maggi ekkert fyrir það að skipta bleiur á æfingum? Hann sagði að þetta verði aðalskilyrði. En segi mér, leikun á morgun, hann er þinn kveðjuleikur og þetta er kveðjuleikur bara sumarsins, við erum að kveðja sumari núna og loka því þannig að við náttúrulega hvetjum sem flesta að koma á Þórshöll og njóta dagsins. Já, fín spá með lokin og september, yfir 10 stiga hiti þó verður kannski ekki sól en ég held að ég sleppa að rigna á morgun þannig að vonandi sem flesti komi hérna í uppbytunum fyrir leik og bara eigi góðan dag hérna Þórssvæðinu. Og þó að snjói fjöll þá skiptir það engum alveg verið Þórshöllur og grænn? Já, hann er iðagrænn yfirleitt þó að sé snjóri yfir og þá er iðagrænn undir. Og þú ert klár í slaginn? Alltaf klár. Gangi vel. Takk fyrir það.